Komið þið sæl og verið þið hjartanlega velkomin á nýsköpunarvikuna á Norðurlandi. Ég heiti Kolfinna Kristínardóttir og starfa sem ráðgjafi á sviði nýsköpunar hjá SSNV. Í þessu fyrsta hádegisstreymi ætlum við að fjalla nýsköpun á Norðurlandi og ætla Elva Gunnlaugsdóttir, verkefnastjóri hjá SSNE, að segja okkur aðeins frá landshlutasamtökunum og þann stuðning sem þau eru að veita frumkvöðlum. Svo fáum við til okkar Sesselju Ingibjörgu Bardal, framkvæmdastjóra EIMS, sem ætlar að tala framtíðarsýn nýsköpunar á Norðurlandi. En áður en við fáum þær til okkar, þá ætla ég aðeins að byrja að segja ykkur frá dagskráni sem við erum með hér á Norðurlandi. Og ef ég byrja nú bara alveg á byrjunni, hvað er nýsköpunarvikan? Þetta er nýsköpunarhátíð sem er nú haldin í annað sinn og er í rauninni bara svona hátíð fyrir frumkvöðla og áhuga fólk nýsköpun og sprotafyrirtæki og það er verið að fagna bara nýsköpun í allri sinni dýrð. En þetta er sett í fyrsta skipti sem við á Norðurlandi tökum þátt í hátíðinni og við erum búin að setja saman aldeilis flotta dagskrá. Þetta eru 8 streymisviðburðir, þannig að hvar sem þið eru á landinu ættu nú að geta fylgst með okkur. Við erum með hádegisstreymin alla virka daga klukkan 12. Svo erum við með hugmyndaþorpið Norðurland sem er hugmyndasamkeppni og svo förum við með ykkur í smá ferðalag frumkvöðlasetur á Norðurlandi. En ef við segja aðeins nánar frá hádegisstreymunum okkar, nýsköpunarhádegi á Norðurlandi. Þetta fer sem sagt fram alla virka daga nýsköpunarvikunar klukkan 12 til 12:30 og við fáum til okkar gesti sem eru að sýsla við alls konar flott nýsköpunarverkefni á Norðurlandi og við skiptum þessu aðeins upp eftir atvinnugreinum. Á morgun fáum við til okkar ferðaþjónustuaðila og svo erum við með menntamálin, menningarmál, nýsköpun í hönnun, nýsköpun í matvælaframleiðslu. Þannig að þetta er fjölbreytt og skemmtilegt og þetta allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. En svo erum við með hugmyndaþorpið Norðurland sem er hugmyndasamkeppni og við erum að leita eftir góðum hugmyndum hvernig við getum aukið fullvinnslu afurða. Það er sjálfsögðu veitt flott verðlaun og þau verða kynnt á morgun klukkan 2 og þá ætlum við að vera með kynningu á hugmyndaþorpinu. En það er samt sem áður opið, þannig að þið geti kíkt inn á norðurland.hugmyndaþorp.is og þar ættu þið að geta sett inn góðar hugmyndir, skráðu ykkur til leiks og já, svo erum við nýsköpunarferðalag á Norðurlandi. Það er á föstudaginn klukkan 2 og þá ætlum við að fara með ykkur frumkvöðlasetrin og ætlum að byrja á Hvammstanga og enda í Mývatnssveit og þetta verður allt saman rafrænt og verður mjög fróðlegt að sjá hvaða stuðningur er í boði á Norðurlandi. En svo er líka gaman að segja ykkur aðeins frá matarbúðinu. En matarboðið er sem sagt samhliða nýsköpunarvikunni þar sem að veitingastaðir og matarfrumkvöðlar eru paraðir saman og við erum með skemmtilegt samstarf hér á Norðurlandi. Það er veitingastaðurinn Sjávarborg sem er á Hvammstanga með matarfrumkvöðlunum Rabarbara frá Svalbarðseyri og Sjávarborg er búin að setja upp mjög skemmtilegan matseðil og það eru kokteilar og fiskréttur og svo er það eitthvað sætt. En ég hvet bara alla sem eiga leið hjá Hvammstanga eða eru á Hvammstanga að bóka borð og skoða nýsköpunar matseðilinn. En ef við komum svo aðeins bara að svona hagnýtum upplýsingum, þá fara allir viðburðin okkar fram í gegnum streymi á viðburðinum nýsköpunarvikan á Norðurlandi og þar er einnig að finna allar upplýsingar viðburðina. En við hvetjum ykkur ef þið hafið nú ekki þegar gert going eða búin að melda ykkur á viðburðin að gera það, af því að þá fáið þið tilkynningar í hvert skipti sem við förum í loftið. En þá ætla ég nú bara að bjóða hana Elvu að segja okkur aðeins frá landshlutasamtökunum. Sæl Elva. Takk hérlega. Takk Kolfinna. Já, ég ætla bara rétt að fara yfir í stuttum máli svona hvað eru landshlutasamtök og hvað við erum að gera og hvað atvinnuráðgjafarnir eru að gera. En
SSNVAF stendur fyrir Samtök Sveitarfélaga Norðurlandi vestra og SSNE stendur fyrir Samtök Sveitarfélaga og Atvinnuþróun Norðurlandi eystra. Og við erum hvort tveggja landshlutasamtök og það eru frjáls hagsmunasamtök sveitarfélaga og það er öllum frjálst að vera með eða ekki að vera með. Landshlutasamtökin eru 8 á öllu landinu með höfuðborgarsvæðinu og verkefnin eru ýmis og rauninni er þetta það sem að sveitarfélögin koma sér saman hvaða verkefni landshlutasamtökin eru með og það mætti nefna samgöngumál, sorpmál, markaðsmál, skipulagsmál, orkumál, heilbrigðismál og ýmsir fundir og ráðstefnur sem að við stöndum fyrir sveitarfélögin og raunverulega allt sem að, eins og ég sagði áðan, sveitarfélögin koma sér saman að við gerum. En nýsköpun er kannski svona eitt af þeim verkefnum sem að eru, ég myndi ekki segja ný á okkar borði, heldur það er farið að leggja aukna áherslu á. Þannig að það er ótrúlega spennandi málaflokkur sem við erum að leggja áherslu á. Af því að við erum ekki eingöngu að þjónusta bara frumkvöðla eða sprota, heldur líka starfandi fyrirtæki sem eru í bullandi nýsköpun. Við erum sem sagt, ef við skiptum á næstu glæru, við erum hér 9 atvinnuráðgjafar hérna á Norðurlandinu hjá báðum samtökum og verkefnin okkar eru mjög fjölbreytt eins og kannski ég taldi upp áðan en við erum í atvinnuráðgjöfinni erum við að leiðbeina og aðstoða fólk við að gera rekstrar og viðskipta áætlanir kringum sín fyrirtæki eða sín verkefni og við erum líka svona veita ráðgjöf og upplýsingar varðandi styrki og sjóði og þróa viðskiptahugmyndir með fólki. En kannski erum við ekkert síst bara til að hlusta og spyrja spurninga þegar við á. Því að frumkvöðlum eða þegar þú ert að móta nýja hugmynd, þá kannski er það ekkert síst það sem að vantar að bara einhver sé að hlusta á þig og koma með gagnrýnar spurningar. Það er líka svolítið gaman hvernig okkur tekst tengja oft saman frumkvöðla við fyrirtæki eða aðra frumkvöðla og það er svo það er svona einhvern veginn mjög árangursríkt. En við hýsum líka uppbyggingarsjóðinn sem er samkeppnissjóður og hann styrkir aldrei meira en 50% heildarkostnaði verkefna og opnar einu sinni ári, svona tímann í október og þetta er sjóður sem hvert og eitt landshlutasamtök hýsa hjá sér og hvetjum náttúrulega alla til að kynna sér reglur sjóðsins og hvort að þeir passi ekki þar inn. En þarna erum við að styrkja verkefni á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar, á sviði menningar og síðan eru stofn- og rekstrarstyrkir á sviði menningar. En þetta er svona, sá sjóður sem að við sýslum með. En síðan er töluvert mikið af öðrum sjóðum og styrkjum sem eru þarna úti og við reynum eins og við getum að auglýsa þá bæði á heimasíðum okkar og Facebook og svona vekja athygli á þegar umsóknarfrestir eru auglýstir og reynum líka og erum að aðstoða og leiðbeina við umsóknarskrif. En þetta eru eiginlega bara alls konar, en kannski helst að nefna núna er frestur í matvælasjóð 7. júní, þannig að það er alveg að skella á og síðan er verið að úthluta úr lóunni á mánudaginn. Þannig að það er ótrúlega spennandi framundan. Kannski það sem að, ef við erum aðeins tilbaka, kannski það sem að mér langaði rétt að nefna varðandi alla þessa sjóði, þetta er svo ótrúlega mikið. Að það er svo mikilvægt að lesa reglurnar og finna hvort að þessi sjóður eigi við þitt verkefni af því annars ertu svolítið að vinna kannski bara vinnu til einskis en það er þetta að lesa reglurnar og lesa fyrirmælin og svona gefa sér góðan tíma og máta sig við sjóðin af því þetta er eins og ég sagði rosalega margir sjóðir og til dæmis eins og tækniþróunarsjóður sem er svona stæðstur það eru margir sjóðir þar inni og það þarf að máta sér svolítið við það. Þannig að við hvetjum alla til að kynna sér sjóðina vel og lesa reglurnar og gefa sér góðan tíma. SSNE og SSNVAF hafa staðið fyrir sameiginlegum viðburðum og fræðslu undanfarið og það er kannski svona helst að nefna Hacking Norðurland sem er alveg ótrúlega skemmtilegur hraðall og bara lauk núna í síðasta mánuði. Og við tókum þátt í Ratsjáni núna bara frá því í janúar með ferðaþjónustunni
og síðan hafa hæfnihringir verið í gangi með konum í fyrirtækjarekstri í allan vetur. Þannig að þetta svona verkefni sem við höfum verið með meðal annars með öðrum landsstjórnarsamtökum í. En við höfum líka alveg staðið fyrir alls konar ráðstefnum og fundum og það náttúrulega komið kannski helst að frumkvæði bæði okkar sjálfra eða fundið í umhverfinu hver þörfin er. Þannig að það ótrúlega svona síbreytilegt og alls konar námskeiðahald og fundir sem við stöndum fyrir. Það kannski helst, við höfum verið með námskeið í umsóknarskrifum og stefnum á að gera það aftur í haust. Kolfinna myndist á ferðalagi sem við ætlum að fara í á föstudaginn, en það gert svolítið til að kynna stuðningsumhverfi sem við búum við hér á Norðurlandi og kannski þetta á nú alveg við fleiri landshluta líka. En það eru stafrænar smiðjur, FabLab, sem eru komin upp all land. Það eru matarsmiðjur sem eru svona komnar víða og okkar svæði eru 2. Samvinnurými og svona alls konar úrræði, svona þar sem frumkvöðlar geta komið saman, eru að opna og hafa verið að opna all land og er von á fleirum og við bara hlökkum til að heyra af nýjum verkefnum. En síðan líka Byggðastofnun sem hefur verið að safna upplýsingum rými sem hægt að setja niður störf án staðsetningar og það líka mjög skemmtilegt. En það kannski líka tengslanetið sem ótrúlega mikilvægt fyrir frumkvöðla og bara alla í nýsköpun að finna einhverja sína líka og deila reynslu og þekkingu og svona alls konar fróðleikur sem hægt að deila með sér og við höfum verið að notast við Facebook og það töluvert af Facebook-grúppum sem hægt að ganga í, en einnig höfum við svolítið atvinnuráðgjafnir verið að benda fólki og tengja saman og vísa kannski í svona sérhæfðari hópa eftir því sem við á. Kannski þess að þið getur fundið okkur, eins og ég myndist á það heimasíðurnar okkar og við erum á Facebook og Instagram og erum búin að spamma það núna dálítið mikið í þessi aðdraganda nýsköpunarvikunni, þannig að það ætti ekki að hafa farið fram hjá neinum. En það var ekki meira frá mér. Takk fyrir, Elva, þessa góðu yfirferð. En þá ætlum við að bjóða Sesselju velkomna. Já, takk fyrir. Heyrðu í mér eða? Við heyrum í þér. Ok, byrju nú við. Ég get ekki kveikt á kamerunni. Veit samt ekki að. Það kemur bara, the host has probably stopped it. Ok, við finnum út af því. Ok, nú kemur eitthvað, byrju, kannski, já, nákvæmlega. Gaman að sjá ykkur. Sömuleiðis. Og takk fyrir að vera með okkur í fyrsta hádegisstreyminn okkar. Já, bara mín var ánægjan. Ég er í einhverju bókasafni í Landsvirkjun fyrir sunnan. Ég var á svona design thinking námskeiði og fékk að hoppa inn í bókasafnið á meðan. Ég var að tala við ykkur. Þannig að mjög skemmtilegt og bara gaman að fá að hlusta á ykkur líka. Þeir eru í margt á mörgu, bæði þessi landshlutasamtök og mér finnst eiginlega bara svona það sem allir þurfa að hafa eru svona ein Kolfinna og Elva í hverjum landshluta. Þeir eru alveg þvílíkt öflugar, báðar tvær og reyndar bara flest ykkar sem eru að vinna í landslutasamtökunum. Ótrúlega gaman að vinna með ykkur. Takk sömuleiðis. Já, takk sömuleiðis. En Sesselja, vilt þú segja okkur aðeins frá kannski svona því sem við höfum verið að gera á Norðurlandi og kannski svona framtíðarsýn? Já, algjörlega. Við við hjá Eimi erum svona, kannski með aðeins meiri fókus á sjálfbærni og orkumál á meðan þið eru svona opnari og takið á móti öllum, í rauninni allan að það er hugsað þá frumkvöðla og nýsköpun svo sem líka innan fyrirtækja. Þá kannski við með aðeins meiri fókus á sjálfbærni og orkumál. En erum auðvitað samt bara, við brennum fyrir það að búa til öflugt frumkvöðlasamfélag
og nýsköpunar samfélag á landsbyggðinni eins og þið. Þannig að þar svona náum við vel saman og það var mjög gaman að vinna með ykkur í Hacking Norðurland sem lausnamót og svona má segja sér svona fyrsta skrefið fyrir frumkvöðla að pröfa að fara í frumkvöðlaskóna og sjá svona fá einhver verkfæri til þess að pröfa og nota þegar þau eru með hugmynd eða langar að fá hugmynd, jafnvel. Og þetta mitt unnum við saman ásamt Hacking Hekla teiminu og nýsköpun í norðri. Og það sem ég fannst skemmtilegt við þetta verkefni að þetta sveif bara einhvern veginn í höndunum á okkur. Við unnum öll það sem við þurftum að gera en einhvern veginn var þetta bara svo þægilegt á allan hátt en samt svo skemmtilegt og ég eiginlega bara hálf sakna þess að þetta sé búið og en við erum bara rétt að byrja, við erum eftir að gera fleira. En það sem var gaman við þetta einmitt að við erum kannski svolítið að fóta okkur landsbyggðin í þessum nýsköpunar heimi og kannski má segja að það sé aðeins búið að undirbúa jarðveginn betur á höfuðborgarsvæðinu. Þau eru búin að vera lengur í nýsköpunar svona stuðningsumhverfinu og svona við erum kannski að reyna að finna hvar virkar fyrir okkur á landsbyggðinni og erum að kannski svona, finna í rauninni, það eru öðruvísi styrkleikar sem við höfum og við þurfum svolítið og líka í rauninni hindranir og ég myndi segja að stærsta hindrun landsbyggðarinnar fjarlægðin á milli fólks og það langt á næsta stað, oft á tíðum, langt í kannski frumkvöðul sem með sömu hugmynd og það engin gróska sem bara eitthvað svona staður sem við förum og hittum stöll og hittum aðra rakettur og það verða til flugeldar. Þannig að við erum einhvern veginn að reyna að búa til þetta saman og einmitt var Hacking Norðurland svona fyrsta skrefi í þá átt. Við fengum náttúrulega með okkur eins og ég sagði Hacking Hekla teimið sem einmitt kannski, ég veit ekki hvort það sé ljótt að segja það er svona sérfræðingar að sunnan sem komu með nýsköpunar þekkinguna til okkar. En það sem við gerðum öðruvísi að þessu sinni var að við fengum þau til þess að kenna okkur að halda lausnamót. Og við vorum með allan tíman og fylgdumst með og jafnvel treystum okkur bara sjálf næst að halda okkar eigin lausnamót. Þannig að mér fannst mjög mikilvægt skref og það var svona gott hvernig við unnum þetta síðast var að við vorum svolítið að læra og skilja þekkinguna eftir á staðnum. Þannig að næst vitum við aðeins meira og við vitum strax hvað við myndum vilja gera öðruvísi næst og var ótrúlega bara einhvern veginn flott hvernig þær lögðu þetta upp í Hacking Hekla teiminu og Arnar hjá Austan Mána sem var með okkur líka með hugmyndaþorpið sem þið eru að nota áfram núna og að við svona fengum sjálfstrausti líka til þess að geta svo bara haldið áfram og fundið þetta út frá okkar styrkleikum svæðisins. Þannig að, og við erum auðvitað með mjög skemmtilega umsókn í lóginni sem við vonum, það ekki á föstudaginn, Elva? Það á mánudaginn. Er það á mánudaginn? Mánudaginn klukkan 1. Já, ok, ég held að vera föstudaginn, ok, ég var að bíðast lengur. En við erum komið með svona smá plan, við þrjú, SSNI, SSNVAF og Hacking Hekla teimið og nýsköpun í norðri að halda áfram með hringrás nýsköpunar. Og var einmitt Hacking Norðurland svona fyrsta skrefið í þá átt. Okkur dreymir ef allt verður óskum að geta haldið svona, bara full-blown hraðal, viðskipta hraðal í haust sem við myndum velja þá aðeins þroskari við hugmyndir. Þá vorum við ekki að tala svona fræ hugmyndir, heldur einhverja sem eru kannski komnar aðeins mótari og eru kannski komnar með styrk einhvers staðar frá og við myndum gjarnan vilja hjálpa þeim að verða bara alveg tilbúin á markað og jafnvel fá fjárfesta til þess að tengjast og svoleiðis. Og svo í vetur að halda áfram og fá fjárfesta á Norðurland og kynna fjárfestum þessum frumkvöðla og nýsköpunarstarf sem bara að verða öflugt með þessu áframhaldandi þessari samvinnu sem bara svo frábær og sem ég held að sé lykillinn í því að verða samkeppnishæf í nýsköpunar heiminum í rauninni og bara samkeppnishæft land þegar kemur að því að búa til atvinnutækifæri á Íslandi. Þannig að það margt framundan og við gerum eitthvað af þessu þó svo við fáum ekki styrk, við reynum það og við hættum ekki bara við að fá 1 nei ef við þekki okkur rétt og þannig að við allan eitthvað svona framundan hvað varðar nýsköpunna og frumkvöðla á svæðinu. Og svo auðvitað við hjá Eimi að reyna að fara að sækja í stóru Evrópusjóðina
og fara inn með þar með verkefni, annars vegar tengt vetni eða batteríum, svona nýorkuverkefni og hins vegar tengt matvælaframleiðslu, betri nýtingu auðlinda við til dæmis stórvirkjanir, nýta koltvísýringinn og fleira sem að koma frá stóriðjunum, til dæmis í gróðurhús ef má nefna eitthvað. Og það ótrúlega spennandi tækifæri fyrir okkar svæði að nýta glatvarmann sem að 71% af honum bara að fjúka upp í himinin og enginn að nýta. Við erum bara að nýta örlítinn hluta af öllum þessum jarðvarma sem við eigum. Þannig að þar eru heilmikil tækifæri sem við þurfum bara að ýta undir og fá fólk til þess að gera eitthvað skemmtilegt með. Mér finnst það skemmtilegt það sem hún nefnir með samvinnuna, af því ég hef svo oft sagt þetta svona með þessari samvinnu bæði við SSNVF og svo við EIM og fleiri, að hlutirnir gerast einhvern veginn hraðar, það er meiri hreyfing á hlutunum af því það er bara fleira fólk að vinna og þú sagðir þetta eitthvað svo vel að Hacking Norðurland bara svona sveif í höndunum á okkur af því það voru allir að leggja sitt að mörkum og það var einhvern veginn enginn sem satt með verkefni í fanginu, heldur bara allir einhvern veginn voru að halda þessum milljón boltum á lofti. Og það er akkurat það sem svona samvinna hún er ótrúlega svona góð samvinna áreynslulaus og mér finnst það, ég fagna því alltaf svo ótrúlega og mér finnst alltaf vera aukast. Ég er algjörlega sammálaður og ég held að það sé svolítið, eins og ég sagði áðan, lykillinn af, bara þessu að við getum orðið samkeppnishæf á landsbyggðinni þegar kemur að nýsköpun og atvinnuþróun og það, þú veist, að við séum í rauninni að hvetja fólk til þess að flytja út á land og gera eitthvað skemmtilegt sem það dreymir að gera og því að tækifærin eru svo sannarlega nálægt auðlindunum og við erum færri, það er lengra á milli okkar og því er náttúrulega, ég veit allan að við tala bara út frá mér og þú veist, við höfum rætt þetta áður við ykkur, bara þessi tækni þróun með COVID og hvað okkur var svona í rauninni ýtt svolítið í það að hraða ferlinu. Þú veist, það var svo ótrúlega jákvætt að geta fylgst með öllu sem er í gangi á höfuðborgarsvæðinu, það er öllu streymað, maður getur farið á alla fundi sem að manni langar og það bara einhvern veginn opnuðist nýjar dyr fyrir landsbyggðina þegar COVID skall á, þó að það komi líka helling af leiðilegum hlutum með því, en sem er nú alltaf verið að búið núna. En ég fagna því svo mikið og það bara Þetta er svo frábært núna einhvern veginn andrúmsloftið til þess að henda sér í nýsköpunarpælingar af því að það er alltaf þannig að þegar einhverjar breytingar verða og þegar eitthvað er erfitt og maður þarf að bara taka, maður þarf virkilega bara að hugsa hlutin upp á nýtt, þá er það oftast í einhverjum svona stórum breytingum og þá koma frumkvöðlarnir fram á sjónarsviðið og segja hvað ég með og hvað get ég gert og hvað vandamál eru við að standa frammi fyrir og leysa það. Og ég held að við séum með miklu fleiri frumkvöðla á landsbyggðinni heldur en að í rauninni við kannski gefum okkur út fyrir ef við getum orðað þannig. Af því að það eru svo margir, fyrirgefðu, þú mátt. Ég ætlaði að segja að þegar frumkvöðlar eru svo alls konar og við sáum það alveg, þú veist, við gerðum ratsjána núna frá janúar og þarna voru ferðaþjónustuaðilar og það eru líka frumkvöðlar, þetta er fólk sem er alltaf að bregðast við einhverju og er oftast eitt í sínum verkefnum og bara er með alls konar, er bara að finna upp á alls konar nýju til að bjóða upp á nýjar vörur. Akkurat. Þannig að þetta eru frumkvöðlar líka, þó að það kannski skilgreinir sig ekki sem frumkvöðla. Algjörlega og bændur, þú veist, þeir eru bara dæmi frábæra frumkvöðla. Við vorum heimsóttum bændur á Reykjum núna sem eru með jarðarberjaræktun bara fyrir nokkrum dögum og þeir einmitt tóku gamla rækjuvinnsluvél og breyttu því í gulrótarpakklinga til að pakka gulrótum og fyrir mörgum árum síðan og ég hugsaði bara vá, því líkur svona sköpunarkraftur að þú veist, einhvern veginn búa til eitthvað sem við höfum í eitthvað sem gagnast bara algjörlega 100% vel. Þannig að það er bara margir sem halda að frumkvöðla sé að skapa einhver bara alltaf nýjan iPhone, það er bara alls ekki þannig. Það er bara að leysa vandamál hversdagsins. Það er frumkvöðlahugsun.
Og Já, bara búa til nýja hluti og skapa sér atvinnu og þú veist, þetta er svo ótrúlega fjölbreytt. Algjörlega. Þannig að ég held að við fáum fleiri frumkvöðla á sjónarsvið þegar að við svona búum til þessa stemningu og annan kraft sameiginlega og þá held ég líka bara að fólk sækist í að vera hluti af því samfélagi og og fá að endurspegla hugmyndina sínar og eins og ég heyrði að þið báðir orðaði svo vel að þið eru ekki síst þarna bara til að hlusta og það er örugglega sko staðista ferli í svona frumkvöðla ferliru að fá að endurspegla hugmyndina sínar og það sé einhver til staðar til að hlusta og gefa feedback og spyrja erfiðra spurninga. Ertu búin að hugsa út í þetta? Ertu búin að tala við þennan? Og þessi nú var að gera eitthvað svipað, heyrði ég. Og þessi þekking sé staðbundin og sé til staðar er ómetanlegt. Og er í rauninni grunnurinn í því að það verði til frumkvöðlasamfélag. Þannig að við erum á réttri leið. Við þurfum bara að halda áfram að byggja upp þekkinguna. Algjörlega. Og vonandi með þessum streymisviðburði eru einhverjir sem að mögulega kannski skilgreindu sig ekki sem frumkvöðl en er þarna eitthvað, jú, ég er. Þá er vonandi þessi yfirferð búin að koma einhverjum á næsta skref og veit hvert á að leita og svona. Algjörlega sammála og bara það er svona, þú veist, eins og ég segi, þú veist, það er okkar svona gróska þarf ekki endilega að vera eitthvað hús sem er í Vatnsmýrinni eins og á höfuðborgarsvæðinu. Kannski verður okkar gróska bara svona veflaust sem að við getum verið með einhverja svona samsköpunar gleði og séð hvað einhverju frumkvöðlar að gera á Vesturlandi og aðrir eru á Suðurlandi og þeir skapa eitthvað saman á vefnum og ég held að það sé bara eitthvað svona sem við þurfum að finna saman og ég held að við séum alveg á réttri leið með þessum svona þessari góður blöndu af samvinnu. Þetta er breytt samstarf, landshlutasamtök, eimur, fyrirtæki, þekkingarsamfélag, háskólar og menntaskólar. Þetta er allt bara ótrúlega mikilvægir innviðir til þess að geta búið til spennandi samfélag að búa í og það sem fólki langar til þess að vera hluti af. Ég heldur sér líka komin með sko nafn á viðburð, sköpunargleði, þar sem við munum heyra frá frumkvöðlum all land. Já. Og fólk getur þá parað sér saman og fara að vinna saman yfir landið. Svo getum við nota hugmyndaþorpið hans Arnars Austan Mána í þetta. Ég held bara að við séum komin með nýsköpun bara hér í þessu samtali. Og flott nýsköpunarverkefni. Algjörlega og talandi Arnar, þá hann er algjör gúrú þegar kemur að nýsköpun á landsbyggðinni og hann sagði mér einmitt sögu af því að þegar að menn fór í fyrsta skipti á tunglið, þá var til eitthvað sem heitir svona mission innovation, eða svona markmiðatengt nýsköpun og markmiðið var að fara með nokkrar manneskjur á tunglið en til þess að þeir kæmust á tunglið þá þurfti allt samfélagið að hugsa ótrúlega mikið af hlutum upp á nýtt. Og ég held að það sé nefnilega rosalega mikilvægt að þegar við erum að hugsa nýsköpun á landsbyggðinni að við séum með eitthvað ákveðið mission. Erum við að bíða eftir að stjórnvöld eða sveitarstjórnarfólki komi með eitthvað og planti einhverju verksmiðju þar sem 100 manns fá vinnu? Eða erum við að fara að gera eitthvað sjálf út frá því sem við höfum en ekki því sem við höfum ekki? Og ég held að þá fari svo margt í gang, þegar við erum sammála hvert við stefnum, hver er styrkleika okkar og þá einhvern veginn, þá förum við öll í sömu átt. Og nýsköpunin verður til á öllum vettvangum. Og kannski komum við einhvern tungli. Já, en Sesselja, takk fyrir að koma til okkar í spjall. Það var virkilega skemmtilegt og áhugavert. Og ég bara talandi Arnar minna á að hann verður í streymi hjá okkur á morgun klukkan 2, kynnir hugmyndaþorpið. Svo verðum við aftur á morgun klukkan 12 líka í hádegisstreymi og þá fáum við til okkar gestur úr ferðaþjónustunni. Það eru Daniel og Bergrós frá Hótel Akureyri og svo Sigurður frá skíðasvæðinu í Tindastól. Þau ætla að segja okkur frá þeirra nýsköpunarverkefnum. Þannig að við kveðjum þá og þökkum fyrir í dag. Já, bara takk kærlega fyrir og á margir segja bara gleðilega nýsköpunarviku. Jú, gleðilega nýsköpunarviku. Æðislegt. Takk fyrir. Sjáumst. Sjáumst aftur á morgun. Gerum það, ok.